Björgvin G. Sigurðsson, viðskiptaráðherra, hefur sagt að hann hafi ekki skoðanir á skipunum manna í skilanefndir bankana og vísar á fjármálaeftirlitið sem segir að engin lög hafi verið brotin í þeim málum. Samt sem áður fyrrverandi stjórnarmaður í FL Group og stjórnandi hjá Baugi, starfsmaður hjá skilanefnd Glitnis. Menn sem sáu áður innri endurskoðanir bankana sitja í skilanefndum eða gegna sömu stöðum í bönkunum í dag. Við skoðum þetta mál á eftir. En við byrjum á öðru. Starfsmannastjóra Landsbankans finnst ekkert athugavert að Tryggvi Jónsson, sem fyrir hálfu ári hlaut 12 mánaða dóm í Baugsmálinu, skuli starfa hjá bankaeftirlitsins. Hann vildi heldur ekki segja til hvort honum þætti eðlilegt að þessir menn sætu í skilanefndum bankana, að sögn upplýsingafulltrúa ráðuneytisins. Jónas F.R. Jónsson sagði þetta setu endurskoðanda Exista í skilanefnd Kaupþings í Kastljósi á fimmtudag. Já, ég veit nú ekki til þess að það sé eitthvað að hans hæfi. Ég hef þannig ekki heyrt neitt það. En finnst þér það ekki skapa tortryggni? Ég hef þannig ekki séð það. Ég veit nú ekkert, eins og sé, ég veit ekki sjálfsög þetta mál, en ég held náttúrulega í okkar litla samfélagi að gæta hæfisreglum, en við verðum þetta líka að láta fólk njóta sannmælis. En ég menn ef þetta eitthvað vandamál, þá verður það bara skoðað. Kastljós beindi í gær fyrirspurn til fjármálaeftirlitsins varðandi setu fyrir innri endurskoðenda bankana í skilanefndum. Eftirlitið sendi svar til Kastljós þar sem ítrekað var að við fall bankana hefði þurft að bregðast hratt við til að halda bankastarfsemi gangandi. Og því hafi verið ákveðið að fá inn í skilanefndirnar menn sem hefðu þekkingu á innri starfsemi bankana eins og það orðað. Megin verkefni skilanefnda hafi verið að halda utan eignir gömlu bankana. Meirihluti skilanefndamanna sé þó jafnan skipaður utanaðkomandi aðilum með reynslu af endurskoðun og lögmennsku. Síðan segir orðrétt: við skipun manna í skilanefndir var kannað og nefndarmenn sérstaklega spurðir hvort þeir uppfylltu kröfur almennt hæfi samkvæmt lögum fjármálafyrirtæki. Til viðbótar við þetta má bæta við að Eiríkur S. Jóhannsson, fyrrum stjórnarmaður í FL Group og einn af stjórnendum Baugs, þar sem hann sá eignasvið félagsins, starfar nú fyrir skilanefnd Glitnis. Að sögn Árna Tómassonar, formanns skilanefndar Glitnis, sér Eiríkur nú eignir fyrirtækja sem farið hafa í þrot og eru í eigu gamla bankans og á forræði skilanefndarinnar.